En já, sumarið tíminn segja margir og já, ekkert sem að gleður landan meira en þegar að menn ákveða að senda frá sér nýja músík og einn af þeim tónlistarmaðurinn Rúnar F. að norðan. Hann hér á línunni hjá mér. Komdu sæll, Rúnar. Heill og sæll. Hvað segirðu í dag? Herri, ég bara svona blómandi góður. Alveg blómandi góður, bara fyrir norðan í blíðunni og Já, nei, erum við bara í Reykjavík núna. Þú ert í Reykjavík núna? Já, ég kom í gær og fer aftur á morgun. Já, nei, kvöld segjum. Þú býrð svolítið í svona lítilli ferðartösku, það ekki? Já, það svolítið svoleiðis. Það hefur svolítið verið rætt það og lagið sem þú sendir einmitt í söngvakeppni sjónvarpsins sem að sló eftirminnilega í gegn, það var svona, það svolítið ferðartösku lag, það ekki? Það var svolítið ferðartösku lag, já. Eilítið ferðartösku lag, akkurat. En þú ákvaðst að láta ekki þörfið sitja og þú ert búin að senda frá þig nýtt lag. Já, maður verður að fylgja þessu eitthvað eftir og senda frá sig eitthvað nýtt efni. Já, hvað getur þú sagt mér þetta lag? Ég sé að það heitir Moving On og ég er búin að hlusta á það hljómar bara nokkuð vel. Hver sagan svona á bak við þetta? Það heitir þetta Moving In. Moving In, já. Já, sagan á bak við það sko uppalega var samið til systur mér á ammælinu, svona ammælisgjöf. Já. En það var alltaf hann á texti og ég svona því ég fór að hlusta á það og segja, það einhver húkur í þessu, þetta kannski að nota þetta eitthvað. Já. Þannig að ég gerði bara nýja texta og kláraði lagið, þetta var bara svona lagstúfur sko sem að ég systur mér. Ég fatt að þig. Og lagið í rauninni með textaðum í dag fjallar bara tíma í lífinu hjá mér sem að ég var að taka stórar ákvarðanir. Ég var bjóða Akureyri og töfn og kynntist konu frá Ísafirði sem að ég myndi í söngum í Eurovision. Akkurat. Og þetta fjallar svolítið þennan tíma sem að var að taka ákvörðun það hvað þetta gera, hvort við ættum að annarkot ég að flytja á Ísafjörð eða hún til Akureyrar eða hvað ættum að gera sko. Já, hvort það ættum að mætast meiri leið á Blönduósi og segja þetta bara gott. Já, eða bara hittast í stað til að búa. Akkurat. Þetta allavega, þú nærða að koma svona virðist þínu lífi frá þér í textum, hvernig sem svona, hafa þetta svona svolítið persónulegt sem að gera þetta svolítið skemmtilegra, er það ekki, fyrir vikið? Jú, ég eiginlega nánast allt sem ég segi nú kannski ekki allt, en alveg 80-90% af því sem ég sem er samið annarkvæmt sjálfa mig eða það sem í kringum mig, sko. Akkurat. Eitthvað sem skiptir máli. Já. Og já, tónlistin svona, hún allavega yfir sumatíman virðist taka við af ísokinu svona mestmægnis, er það ekki? Jú, ég er nú reyndar hættur að spila hockey, sko, en ég er svona fylgist aðalega með stráknum mínum sem er á fullu í hockeyinu, en svo fer ég á svona einn oldbossæðingu. Já, þú reynir að gleyma þess ekki, en búið að vera brjálaða við að spila, hefur gjörðað það þannig? Búið að vera mikið að gera? Já, það er búið að vera alveg vitt að gera. Ég bæðir nú að spila náttúrulega út allt land og eins og við tölum ferðartöskuna sko, flakkandi á milli Austfjarða, Vestfjarða, Suðurlandsins og Akureyrar. Já. Svo er ég að fara á tónleikaferðalag til Bandaríkjanna í nóvember, lok október. Já, hvernig kom það til? Ég er náttúrulega ferillin hjá mér svolítið tvískiptur, ég er að gera líka svona country skoti, blues, rock eitthvað sem er kannski meira miðað á erlenda marka. Já. Svo er ég að gera poptónlistina hérna heima. Akkurat. En ég er tilnættur til einhverja country tónlistaverðlauna í Texas, svona í gegnum internetið, blessað. Já, svona viku við í Mekka, alltaf því. Já, og ætlum þar alveg að ég er að fara að spila á þessari hátíð og hvað taka bara hljómsveitina með mér og ætlum að spila í Nashville og Memphis og Houston og Austin líka. Já, þetta hefur ekkert farið hátt, þessi Bandaríka ferill Rúnars. Nei, en það hef ég svo sem ekkert verið að flagga á neitt, skilur, þetta bara, þú veist. Þetta gerist eða gerist, það er ekkert í höfn þó að maður fá að spila lengst þar, sko. Það er bara gaman. Það er bara gaman og einmitt gott að fá allavega að tækifæri til að skoða heiminn, er það ekki líka? Já, svo er ég alltaf bara á fullu hérna heiminn líka. Ég er að skipa líka Verslunarmannahelgina Akureyri og hún verður alveg risastór í ár, þannig. Já, þú ert svona andlit og aðal skipuleggjandi ein með öllu heitir hátíðin, er það ekki, fyrir norðan? Jú. Ásamt Davíð Rúnari og heitir kapast Vinir Akureyrar sem að sjá þetta. Já. Og við erum búin að bóka hérna Aron Kahn og Úlf og Pál Óskar og Stöðmenn og 200 snakkbytta og ég veit ekki hvað og hvað. Það er svona það sem er helst framundan hjá Rúnari F. Að fara til Bandaríkjanna og halda partí á Akureyri, að halda hátíð. Já,
milli þess að ég er að spila á sína fjölskyldunni. Já, milli þess að þú pakkar hún í ferðartösku og flýgur á stað. Já. Og hérna skal ég þér segja, datt ég aðeins út, ég var svo fastur ofan í ferðartöskunni, þú voru bara að afsaka mér Rúnar minn. En hérna, já, og þetta er svona það sem er mestmegnis framöndan hjá þér og já, svona hvar getum við vonaði að sjá þig kannski spila næst svona á opinberum vettvangi? Ég er að spila fyrir norðan helgina, svo ég man bara ekki hvernig þetta er, sko. Þetta er allt í kalendar hjá mér. Ég tek bara viku í einu, sko. Vill oft fara í einhvern hrærigraut svona sem með þessu. Ég er að Ísafirði 21. og 22. júlí. Og svo má ekki gleyma því að þú ákvæmst að gera myndband við lagið líka sem að þú ákvæmst að senda út í kosmosin. Já, Einar Eyland félagi minn að norðan líka, hann gerði geggja myndband fyrir mig og hérna, það kom á YouTube. Það kom á YouTube. Bara leita Rúnar F. Moving In. Já, og ég held að sé bara voðalega fátt eftir en að bara óska þér innilega til að hamingi með þetta og bara vona að þér gangi allt til besta í framtíðinni og þú skemmti þér konunglega hvert sem þú verð, hvort það er í Bandaríkjunum eða á Íslandi og þú eru gaman að fylgjast með Bandaríkjunum-ævintýrinu, ætlar að vera duglegur að blogga og senda myndir. Já, ég er nú aktífur á Facebook og Snapchat og svona þá. Já. Eitt sem að svona vil koma aðeins á, þú varst mjög duglegur eins og til dæmis fyrir söngvakeppnina þegar þú varst að halda tónleika eða halda svona kvöld, sendaðu live á Facebook. Hvernig datt það í hug? Það var bara eitthvað svona pæling, sko, þegar ég var nú ekki með hérna svona markasmaskínu bakom eins sem við vorum með, sko. Akkurat. Það eru bara margir, bara sniður, sko. Nákvæmlega. Ég er svo sem ákvað að gera þetta bara sjálfur og hóaði bara í vini mínu og spurði hvort þið var ekki til að koma og spila með mér og live á Facebook. Og það hefði gengið... Sýna með stöðning henni, sko. Já, það hefði gengið upp, svona mjög vel. Þetta var mikið fylgst með þessu allavega og fólk tók þátt, maður sá það. Já, mjög skemmtilegt. Já. Herðu, Rúnar, ég ætla að hleypa þér aftur út í businessin og bara enn og aftur óska þér innilega til hamingju með nýja lagið. Ég er að hugsa að við bara leyfa hlustendum að heyra þetta lag, Rúnar F. Moving In. Gangi þér vel og hafa það sem allra bestunur. Takk fyrir sömuleiðis. Takk. Bless. Bye.